Sólin. Sólin er ein af það bil 200 milljörðum stjarna í vetrarbrautinni okkar. Hún er í það bil 30.000 ljósára fjarlægð frá miðju vetrarbrautarinnar en í aðeins 150 milljón kílómetra fjarlægð frá jörðinni. Sólin er meðalstór gul stjarna á meginröð Hertzsprung- Russell-línuritsins, það bil 4,6 milljarða ára gömul. Sólin skín vegna kjarnasamruna í iðrum hennar. Innst í kjarna hennar er gríðarlegur hiti og þrýstingur sem veldur því að 4 róteindir eða vetniskjarnar sameinast og mynda einn helíumkjarna eða alfa-ögn. Við þetta ferli myndast ljós og hiti sem við finnum fyrir á hverjum einasta degi. Útreikningar benda til þess að sólin sé búin með það bil helming orkuforða síns. Þegar æviskeið hennar er á enda eftir það bil 5 milljarða ára færist hún af meginröðinni og breytist í rauða risastjörnu sem er stærri, bjartari, kaldari og rauðari. Á þeim tímapunkti verður hún sennilega búin að gleypa Merkúríus, Venus og ef til vill jörðina. Á endanum klárast orkuforði sólarinnar og varpar þá rauða risastjarna frá sér ystu efnislögum sínum. Í hjarta hringþokuna sem þá myndast situr eftir hvítur dvergur sem kólnar smátt og smátt. Sólin er að líkindum stjarna úr stjörnubyggð 1 sem þýðir að hún varð til á seinni stigum þróunar í alheimi. Sólin inniheldur fleiri málma, þau frumefni sem eru þyngri en vetni og helíum, en eldri stjörnur úr stjörnubyggð 2. Málmar mynduðust í kjörnum sprengistjarna sem þýðir að fyrstu stjörnur alheimsins urðu að deyja til að dreifa frumefnum á borð við súrefni, kísli og járni alheiminn. Málmar eru forsenda þess að sólkerfið gat myndast í kringum sólina og að lokum lífið á jörðinni.